Velkomin í Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Það vikan okkar núna, þar sem við höfum uppstigningadag. Ár hvert í maí fáum við frídag á fimmtudegi. Það veit ekkert endilega allir ástæðuna fyrir þessum frídegi, en þarna hann, engu að síður. Nákvæmlega 40 dögum eftir páska. Flestir í kirkjunni og kirkjan sjálf halda þennan dag hátíðlegan, en þó alls ekki allir. Það sem gerðist á þessum degi hins vegar gríðarlega mikilvægt fyrir alla kristna trú og fyrir það hvernig við skiljum verk Guðs með Jesú Kristi frá upphafi til enda. Gríðarlega mikilvægt. En samt þetta einhvern veginn svona dagur sem að við leggjum enga áherslu á. Jú, við tölum þetta nefnt í trúarjátningunni okkar en við sjálfur erum kannski lítið að hugsa þetta. Og við ætlum aðeins að innbrá þessum degi núna í þessum þætti. Grípum niður, hugsið ykkur, við erum enn að fara í fyrsta kafla Apóstlasögunnar, en við erum að leggja mikinn grunn að því sem gerðist eftir að Jesús deyr og reis frá dauðum og stígur upp til himna eða uppstigningadag, og það sem að kirkjan tekur síðan við og bréfin og allt í Nýja testamentinu fjallar allt sem gerðist í kjölfarið. Við ætlum að lesa hans í fyrsta kafla í Apóstlasögunni og segir svona frá 7. versi. Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Drottinn, ætlað þú þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael. Þetta sem sagt í síðasta skiptið sem að Jesús birtist þeim eftir upprisuna, lærisveinunum, og þau voru allir saman komnir og hann var að borða með þeim, það var máltíð og þau nutuðust að vera saman og þeir spyrja hann. Og hvað það sem þeir spyrja hann um? Þeir ekki enn alveg að skilja, þeir bara ekki að skilja nákvæmlega út á hvað þetta gengur. Jú, stórkostlegt. Þeir spyrja, alltaf þú á þessum tíma endurreisa ríkið handa Ísrael. Við getum umorðað þessa spurningu svona. Jesús, þú reist frá dauðum og við lítum á þjónustu þína og starfið þitt og orðin þín og verkin þín, og síðan það að þú hafi risað frá dauðum, það var alveg á hreinu að Guð er búinn að staðfesta þig og staðfesta að þú ert Messías. Þú ert Messías. Ég aðeins með kaffibolla minn. Og núna tíminn kominn, Jesús. Ætlarðu núna að endurreisa ríkið handa Ísrael. Ætlarðu núna að losa okkur undan Rómverjunum, undan þessu ofbeldi ánu sem þeir eru með okkur í. Ætlarðu þú að uppfylla loforð Gamla testamentisins, orðsins, Tóra, komu Messías sem núna myndi losa okkur undan þessu og endurreisa ríki Ísrael. Þetta meðal kjarninn í því sem þeir eru að spyrja um. Ætlarðu núna að endurreisa ríkið? Þeir eru sem sagt ekki enn alveg búnir að skilja að þetta snýst ekki bara um Ísrael. Það snýst ekki bara um það að ríki Ísrael skyldi endurreist, heldur var Guð að leysa og endurreisa ríki sitt alla jörð í öllu mannkyninu, ekkert bara hjá Ísraelsþjóð. En Jesús segir ekkert þetta sjálfur sér. Já, hann segir það þó á svona annan máta. Hann byrjar bara að segja, það ekkert ykkar að vita tími eða tíðir sem faðirinn sjálfur hefur ákveðið. Með öðrum orðum, beint svar við spurningu ykkar þetta, það bara ekki ykkar að vita það núna. Þetta ekki tíminn fyrir ykkur að vita það. Með öðrum orðum kurteislega, það kemur ykkur ekki við. En kjarninn í svarinu og það sem að þeir komu síðan með að skilja það sem hann sagði strax og eftir. Og ef við lesum það í samhengi, hann svaraði, það ekki ykkar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir í Jerúsalem, í Júdeu, í Samaríu og allt til endi marka jarðarinnar. Þarna sjáum við raunverulega svarið. Hitt ekki það sem í huga mínu núna, og það skiptir ekki máli fyrir ykkur núna að vita hvenær ríki Ísraels verður endurreist. En þið munum fá kraft Guðs, og hvað að gera, kæru lærisveinar?
þið eigið að bera mér vott, vitni mig, það líf sem ég hef gefið hverjum og einum og mannkyninu öllu, þið að gera það í Jerúsalem, Júdeu, sem sagt innan Ísraels ríkisins og Júdeu og í Samaríu út fyrir landamærin og allt til endumarka jarðar. Minn boðskapur, mitt líf ekki bara fyrir Ísrael, fyrir heiminn, fyrir mannkynið allt. Þarna komið raunverulega svar og þeir áttu eftir að kveikja á þessu. Þeir skildu það að lokum að þetta var miklu mun stærra heldur það sem sneri að Ísraels þjóðinni. Miklu mun stærra. Og kraftur heilags anda, það að segja verkan Guðs innra með þeim, hjálpaði þeim að sjá og skilja og gaf þeim styrk og þrek og kærleika til þess að sinna þessu verki sem að Guð hafi kallað á til þarna með orðum Jesú. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum. Þeir störðu til himins eftir honum þegar hann hvarf og þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu: Galileu menn, hví standið þið hér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá ykkur til himins mun koma aftur á sama hátt og þeir sáu hann fara. Þetta er ekki það eina sem fólki finnst skrítið í Biblíunni, það er margt sem fólki finnst skrítið í Biblíunni. Þetta er eitt af því. Býtu, hann bara fer hann bara upp í himinn eins og bara eldflaug, bara eins og hann sé að fara kringum tunglið eins og þeir fóru félagarnir daginn, bara þráðbent upp í loftið og svo hverfur hann bara að sína einhvers staðar. Nei. Sumir vilja meina þetta sé náttúrulega bara tómdella eins og svo reynda margt annað í Biblíunni. Hvað er að marka þetta allt saman? En hvað er í gangi? Og hvernig getum við skilið? Við kannski getum ekki skilið til fulls nákvæmlega hvernig hann hverfur þeim sjónum. En ef við skoðum það í samhengi við aðra þætti í þessari sögu og frásögunni, til dæmis bara í lífi Jesú sem greindi frá í Guðspjöllunum, að þá sjáum við miklu líklegri skýringu heldur en að hann hafi bara farið þráðbund upp í loftið eins og raketta. Það er allt annað að gerast. Þetta er uppstigningardagur. Það segir okkur aftur og aftur og við erum aðeins, ef ég er að reyna að rifja upp í kollinum á mér, ég heldur sem búin að minnast á það örugglega. Þegar eftir upprisi Jesú Krist, þegar hann fekk dýrðar líkama sinn, hann fekk svo satt líkama sem leit út eins og hans jarneski líkami, en þetta var upprisu líkami. Það er að segja, hann hafði myndast á þann mátan að hann gat birst og horfið, svona, hann kom bara allt í einu hjá lærisveinum, það sáu hann kom í gegnum dyr, hann var skyndilega á meðal þeirra, svo hvarf hann með sjónum. Það segir okkur ákveðna sögu. Það segir okkur þessi líkami sem að Jesús fekk eftir upprisu líkaminn hans, þessi dýrðar líkami, hann var allt öðruvísi heldur en efnislega líkami sem við höfum. Hann gat gengið inn og út úr víddinni sem kallað er. Og við skoðum frásöguna, þá sköpun Guðs ekki heiminn einhvers staðar lengst í burtu sem einhver sérstakur staður og jörðin eða jarneska einhvers staðar eða það sem við erum sem einhver staður. Þetta sama sköpunin í 2 víddum. Þetta sama sköpunin, Guð, og ég hlakka til, ég trúi því einn daginn, þá fæ ég að fara aðeins yfir það hvernig þetta samverkast eða hvernig hægt að skilja það út frá Guðsorðið þetta samverkast. En þarna þetta eru 2 víddir, þannig að hann hvarf inn í víddina þegar hann var með lærisveinunum og þeir sá hann bara allt í einu koma þegar hann birtist. Það það sem að gerast hér. Hann að fara úr jarnesku víddinni yfir í himnesku víddina. Það það sem gerist og þannig hverfur hann að þeim sjáandi þeir sjá hann bara hverfur. Þetta það sem að gerast, þetta sem við kallum uppstigningardag. Hann fer yfir í himnesku víddina sem allt kringum okkur. Hún við hliðina á þér núna. Þar sem þú ert, það himnesk vídd. Takt eftir. Þetta ekki einhvers staðar út í geiminn
lengra heldur en geimfararnir fóru daginn kringum tunglið, lengra heldur en Mars, lengra heldur en, þetta ekki einhvers staðar þar, einhvers staðar í himinninn, nei, hann hér og nú við hliðina á því allt kring. Jesús fór inn og út úr þessum vítum eftir hann fékk dýrðarlíkamann og þarna fer hann að lokum yfir eftir að kveðja, eftir að hitta lærisveinahópinn sinn hér á jörð á þennan máta í síðasta sinn. Ef við skoðum uppstigningadag, 14. maí á þessu ári, 2026, í þessu ljósi, ef við skoðum þetta í þessu ljósi, ef þetta uppstigningin og skoðum þá af hverju þetta svona mikilvægt að hann fór þarna og gerði þetta, af hverju haldið upp á þetta, af hverju frýta okkur, af hverju þetta svo mikið hluti af kirkjunni í dag. Þetta ekki bara smá mál, ég menn hann búinn með þjónustuna, hann búinn að kalla og hann búinn að heila randir að fara að koma yfir þá og þeir bara að fara að starfa eða þau og nú hans bara verkið lokið hér, svo nú fer hann bara til himins eins og annað dái fólk og já, nei, ekki alveg, vegna þess að hann með öðruvísi líkama þarna og þá þegar. Þegar hann reis frá dauðum og fékk þennan nýja líkama, þá var hann ennþá bæði sannur Guð og sannur maður. Hans innri maður, andi hans sem gefinn var af Guði, það sem að guðlegt eðli hans fékk að ríkja, það var ennþá til staðar. Líkami hans var ennþá mannlegur líkami, nema bara dýrðarlíkami. og Jesús hafði beðið Guð gefðu mér nú aftur þá dýrið sem þú ég átti áður, manstu, hann segir þetta á einu stað. Og hér lykillinn, og nú ég bara að segja þetta strax, hér lykillinn að ég skilja mikilvægi uppstigningadagsins. Það kann að koma sumum ykkur á óvart, ég veit það ekki endilega, kannski, að þegar Jesús stígur þarna til himna, það fer yfir í hina víddina í hinsta sinn, eftir vinnu sín og starf hér á jörð, þá hætti hann ekki að vera maður. Sem sannur Guð og sannur maður fór hann yfir í himnesku víddina í upprisu líkama sínum. Með öðrum orðum, Jesús var ekki Guð einhvern tímann áður en að fæðist. Svo hann bara maður þegar hann hér á jörð og svo var hann aftur Guð þegar hann fer yfir. Guð kemur í þessari mannsmynd, hann manngerist þarna í Kristi Jesú og eðli Guðs og líf Guðs, kraftur Guðs, bara Guð sjálfur innra með honum, sálans og andi. Hann fær mannslíkamann og hann starfar og virkar meðal manna og sannur maður. Hann tekur á sig alla byrði mannsins, hann samsamar sig mannkyninu, myrkrinu, streitinu, stríðinu, átökunum, allir lífsbaráttunum sem að þú og ég og mannkyni þekkjum svo vel. Hann verður hluti af því, bara mitt á meðal í einu og öllu, og þegar hann deyr, þá tekur hann á sig sama dauða og annað fólk í mannkyni hafði þá þegar fram að því fengið að upplifa og fer til heljar, niður í hel, það sem Biblían kallar. Það sem bara dánar heimur og þangað fer hann. Hann bara alveg eins og þú og ég hvað þetta varðar. Hann hafði lagt til hliðar guðdómleika sinn þar sem hann nýtti sér hann ekki á nokkurn hátt, hann lifði bara eins og maður. Þegar Guð búinn að reisa hann frá dauðum og hann búinn að birtast lærisveinunum í 40 daga, af og til, fram og tilbaka, fáum, mörgum og svo framvegis, og kenna þeim og tala við þá, borða með þeim, njóta samvista við þá og þeir við hann. Og þá kominn tími fyrir hann að fara. Og þá segir hann ekki, já, nú ég farinn, þannig að nú bara skil ég bara, jarneska líkaminn minn eftir hérna og svo fer ég bara yfir og nú verð ég bara aftur svo sem ég var. Nei, hann fer yfir og þetta lykilatriði, hann fer yfir sem maður. Hann hættir ekki að vera maður. Af hverju þetta mikilvægt? Af því, Biblían kennir okkur það, að nú búið að opna þessar dyr, með þessu opnaði Jesús dyr fyrir allt mannkynið að fylgja á eftir.
Fram að því hafði aðeins hel beðið þeirra. Þá var bara svefn líkamans og andleg tilvist í dánarheimum. Ekki helvíti, en hel. Þar voru þau bundnir. Þar séð gátu ekkert farið. Þetta var bara dánarheimar. Sálin var þar. Og þeirra beið bara dauði. En Jesús kemur og leysir lífið. Hann leysir fólk úr dánarheimum með því að fara inn í himnesku víddina. Þetta kannski svolítið svona erfitt að ná þessu öllu saman. Þið brjótið þetta niður í huga ykkar og skoðið þetta. Hann fer inn í himnesku víddina sem maður og þar með opnar hann dyr. Við getum bara orðað þannig. Hann opnaði þá dyr fyrir þig, fyrir mig, fyrir alla, fyrir allt mannkynið að fylgja á eftir. Biblían segir þetta þann háttið að hann hafi verið frumburðurinn, fyrsti maðurinn sem var skapaður til þessa eilífa lífs með Guði í líkamanum, í andlegum líkama, í dýrðar líkama. Hann ruddi þannig veginn. Þess vegna segir hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ég hef opnað þessa dyr. Ég er búin að ryðja brautina fyrir alla aðra menn og konur, börn, allt mannkynið að koma inn í þetta líf með Guði. Uppstigningadagurinn er þess vegna mikill gleðidagur. Það var dagurinn sem Guð opnaði himnesku víddina aftur fyrir mannkyninu. Aftur segi ég, það hefði ekki verið þessu opnun síðan í dögum Edengarðsins. Nú var það opið. Mannkynið allt á sér nú stað í kærleika og einingu Guðs. Guð gerði manninn þarna dýrðlegan, gerði manninn dýrðlegan, mannkynið, og gerði okkur eitt með sér. Þarna á búið undirbúið allt og búið að gera það, líf Krists, koma hans, krossdauði, upprisa, allt hlutaði, mikilvægt, og þarna kemur endabúnturinn. Þegar hann fer yfir í hina víddina, inn í himnesku víddina, þá fyrst verður himinin til, ef svo má segja. Himneska víddin, jú, önnur vídd heldur en jarðneska, en þarna verður himinin sjálfur til fyrir mannkynið. Hann fór til að búa okkur stað, munið hann sagði það. Hann sagði, ég fer og býð okkur stað. Í húsi föður míns eru mörg híbýli, og ég fer að búa ykkur stað. Þarna gerist það. Þarna fer hann yfir. Þess vegna uppstigningadagurinn alveg gríðarlega mikilvægur. Þarna sameinar hann mannkynið Guði sínum. Skapar okkar og þú og ég og mannkynið allt, þarna sameinast við í honum. Þetta er aðgangurinn. Þess vegna segjum að Jesús hafi dáið fyrir okkur, risið frá dauðum fyrir okkur og sett okkur frjáls, af því hann opnaði þessa dyr. Hann er vegurinn þangað. Eitt af því síðasta sem Jesús sagði, og við lesum það í Mattheus Guðspjallinu til dæmis, 28. kafla, 8. versið, þar segir hann, það var eitt af því síðasta sem hann sagði við lærisveinana, hann sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Þetta merkir raunverulega það, ef við notum svona, kannski bara svona mannlegt orðfæri og svona það sem við notum með dagstaglega svona jarðneska móta, að stjórnstöð sköpunarinnar er þarna einu minn. Ég hef fengið allt vald á himni og jörðu. Hann fer ekki bara yfir sem maður, hann er maður þar, en hann fer yfir til að stýra og stjórna. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu, bæði í himnesku víddinni og jarðnesku víddinni. Þess vegna þurfum við ekki að ágjöra neinu, elsku vinir. Hann hefur valdið. Hann hefur þess að sýnt okkur, kennt okkur leið til að lifa hér og jörð í jarðnesku víddinni og gera okkur klár og undirbúa okkur fyrir dvöl okkar í himnesku víddinni, og öll förum við í þessa vídd einhvern tímann. Við vitum það. En til að nota þetta tungumálstjórnunar, að þá getum við orðað þannig að skrifstofan hans, skrifstofa framkvæmdastjórans, hún er þarna hinum megin, í hinni víddinni, og þangað fór Jesús. Verkefni hans var nefnilega ekkert lokið. Þó hann færi þarna yfir, þá hélt vinna hans áfram, því að nú skildi Guðsríkið breiðast alla jörð, og nú skildi kenna og opinbera leyndardóma hans, leyndardóma Guðs, sem hann einn gat opinberað
Jesús. Nú skyldi kenna það. Og það hlutverk kirkjunnar að miðla þessu lífi. Og veistu hvað? Það vill svo til og að það er fólk utan hennar kristni kirkju sem að miðla hluta þessu lífi líka af því að það fengi að stygnast og sjá. Það verður einhvern veginn uppgötað þennan veg sem Kristur kom með, þessa leið sem hann kom með. En það er okkar hlutverk, að fræða og kenna og sýna í lífi okkar, ekki bara með orðum okkar, heldur bara í lífi okkar. Þann vísdóm og þann leyndardóm sem Guð hefur opinberað í Jesú Kristi. Það er stórkostlegur leyndardómur. Ég er hér, ég veikumætti að reyna að miðla og segja frá hann og útskýra, vitið það, ég hef ekki fengið að stignast inn í allt. Í margt, já, og sum ykkar kannski ennþá meir en ég, en samt hefur við ekkert okkar fengið að sjá þetta allt. Því við munum, þetta er botnlaus vísdómur, þetta er botnlaust líf, gleði, fögnuður og fegurð í því sem hann hefur gefið fyrir mannkynið. Botnlaust. Þetta eru uppstigningardagur og ég ætla að láta staðan um mig hér, látum þetta duga uppstigningardag núna, við erum með annað þátt á föstudaginn og þá höldum við áfram. En hugleiðum þetta, skoðum þetta og segjum, hvaða merkingu hefur þetta hann skyldi fara yfir í himnesku vittina sem maður? Muniði, það er lykillinn, hann hætti ekki að vera maður. Hann fór sem maður, frumburður margra, frumburður alls mannkins, hann fór fyrstur inn á þennan hátt. Þú og ég megum núna koma og getum núna komið út af því. Það er lykillinn. Það er svona dóan fyrir okkur. Þess að hann gerir þetta allt fyrir okkur til að losa okkur undan hel, til að losa okkur undan myrkri og fjöturum og leið okkur inn í líf og ljós. Þetta er svo dásalegt. Þetta er stórkostlegt. En elsku vinir, þakka fyrir í dag og við hittumst aftur á fimmtudaginn. Nei, fyrirgefið, föstudaginn. Þið ætlaði að njóta fimmtudagsins í faðmi fjölskyldunar, ykkar frítíð uppstigningardag og hugleiða vonandi þessi mál eitthvað aðeins, en rétt að gefa sér smá tíma til þess að sjá hvaða merkingu þetta hefur fyrir þig. Skoðuðu út frá því, hvaða merkingu hefur þetta fyrir þig í dag og eilífð. Við skulum ljúka með bæn eins og við gerum alltaf fyrir þau sem við vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.